Komið sæl og blessuð, kæru vatnsmerki. Vatnsmerkin eru fiskur, krabbi og sportdreki. Og við erum að leggja hérna rúnaspil úr þessum hérna spilum Viking Oracle. Og ætlum að hérna sjá hvað þessi fallegu rúnaspil vilja segja okkur. Við leggjum þess að 3 spil fyrir hvert merki og það er þá spurning sem þú ert með í huga eða málefni eða staðan þín bara í dag. Síðan kemur spil sem er með ráðleggingar eða leiðbeiningar til þín og já, svona hvað þú ættir að gera. Og svo 3. spilið sem er nokkurs konar útkoma. Það er svona í lok ferlisins hvað kemur. Og við byrjum á fiskunum. Fiskar, góðir, hér eru spilin ykkar. Fyrsta spilið. 9 heimar, eða heimarnir 9. Þetta eru hinir 9 heimar goðafræðina sem eru Ásgarður, Álfheimar, Níðavellir, Miðgarður, Jötunheimar, Vanaheimar, Niflheimar, Múrspelsheimar og Hel. Það mér skjátlast ekki. Og þessir heimar áttu allir athvarf eða tengdust allir trénu Aski Yggdrasils sem er tré lífsins sem er miðja alheimsins. Þannig að í miðju alheimsins voru 9 heimar og skilaboð þessa spils eru þau og þú ert ekki fyrstur eða þú ert ekki einn að fá þetta spil hérna á þessum stað, kæri fiskur. Skilaboð þessa spils eru að þú ert eitt með alheiminum í þér og þú í honum. Þú ert aldrei einn, heldur ertu alltaf partur af umhverfinu þínu, fjölskyldunni þinni, mannkyninu. Þú ert partur af í raun og veru öllu sem í kringu þig er, hvort sem þú vilt eða ekki. Við erum öll tengd. Þannig að allar ákvarðanir sem þú tekur hafa áhrif á aðra í kringum þig og allt sem þú upplifir í þínu lífi hefur einhver annar eða mun einhver annar líka upplifa í sínu lífi. En á meðan þá ertu samt líka einstakur. Þetta er svona, já, þú ert einstakur en samt ertu partur af heild. Og það er þetta sko að muna að finna að maður tilheyri. Það er svolítið skilaboð þessa spils. Nú veit ég ekki alveg hvað þú hefur verið að spyrja um eða hver svona þessi staða er sem að er í þessu fyrsta spili sem er hvað er að gerast hjá þér nákvæmlega. En þetta er allavega skilaboðin sem þú þarft að fá. Kannski finnst þér þú vera einn og yfirgefin. Kannski ertu staddur á einhverjum þröskuldi. Því að þetta spil táknar svo sannarlega líka þröskuld. Það er að segja hring, dauða og fæðingu og það að eitthvað klárast og annað tekur við. Þannig að það er ákveðin lok hérna og svo ákveðin opnun. Og
Ef til vill ertu bara akkurat núna staddur í þessu millibils ástandi, þar sem þú veist ekki hvað það er sem tekur við, en þú veist hvað er að baki, sem sagt hverju þú varst að ljúka. Þetta getur verið svolítið erfiður staður að vera á og þess vegna kannski spilið að minna þig á þetta að mundu það að leiðir okkar allra liggja saman, á milli okkar allra eru örlega þræðir sem tengja okkur saman og við erum partur af hvert öðru og munum alltaf verða. Ok. Ég ætla að snúa við hérna næsta spili sem eru ráðleggingar eða ábending til þín hvað beri að gera til að leysa eða koma þessu ferli af stað og þú færð spil sem heitir The Void. Þetta hlýtur að vera auðarúnin á íslensku. Já, þetta er svolítið ótrúlegt. Auðarúnin felur í sér allt og ekkert. Hún er full af tækifærum, hún er full af möguleikum, býður upp á hvað sem er, leið hún býður upp á ekki neitt. Skilaboðin sem auðarúnin kemur með, eða The Void, skulum við segja bara tómið, eru þau að það er ekki búið að ákveða hlutina. Örlög þín varðandi þessa stöðu, varðandi þessa spurningu eru ekki ráðin ennþá og þú hefur alla burði og öll tækifæri sem þú þarft til að hafa áhrif og koma því í verk að fá útkomuna eins og þú vilt að hún verði. Það er mystería í þessu spili, það er að segja, það er þarna slæða fyrir sem þú sérð ekki á bak við. Svipar aðeins til tunglsins í venjulegum tarotspilum. Og að vita það að við vitum ekkert, það er frábær staður til að vera á, því að þannig lærum við mest. Þetta er svolítið null bara, þetta spil. Og eiginlega ekkert svo sem meira það að segja. Nema það að leið og þetta er null, þá er þetta líka já. Sem sagt, leiðin er opin og þetta er allt undir þér komið. Hvað þú gerir. Þetta getur bæði verið skilaboð sem hræða þig og glæða þig. Og það er bara ákveðið verkefni fyrir þig að finna út úr þessu. Og það er verið að tala hérna að horfa yfir auðan akur sem er í hvíld og bíður eftir að það verði gróðsett í hann á ný. Það er hellingur að gerast undir niðri og í moldinni. Moldin er að undirbúa sig og bíður bara eftir nýrri gróðsetningu. En þú sér það ekki á yfirborðinu og þannig er þetta spil líka. Á yfirborðinu er ekki neitt, það er allt bara kalt og slétt en fullt að gerast undir yfirborðinu. Og fullt af möguleikum, valmöguleikum. Ok. Þetta er svolítið sérstakt. Svolítið sérstök staða að vera í. En í raun og veru bara
eins og að vera bara með sko fullar hendur af gersemum, bara þú ert með þetta allt, bara hvar viltu byrja og hvað viltu gera með þetta? Þetta getur átt við einhverja stöðu í lífinu, þetta getur átt við vinnu, alls konar tækifæri, varðandi efnislega hluti eða fjármál. Þetta getur tengst fjölskyldunni þinni, flutningum, íverustað, ertu að hugsa að breyta stórum hlutum í lífiðinu. Þetta getur tengst samböndum, samskiptum þínum við aðra. Ætlarðu að hætta að lifa ákveðnum lífstíl og breyta algjörlega og fara að lifa á einhvern allt annan hátt? Óendanlega möguleikar. Lokaspilið, útkoman eða það sem að verður þegar þetta ferli er farið í gang, kemur hér. Já, hérna, og það eru nornirnar. Örlaga nornirnar. Vá, örlögin eru svo sannarlega að stíga hérna inn og tala við þig. Kæri fiskar, eða kæri fiskur. Hérna erum við að tala að þó að örlögin stýri stórum hluta lífs okkar og örlaga nornirnar sína þræði spinna eins og goðatrúin gengur út á, þá höfum við samt alltaf frjálsan vilja og erum alltaf í samvinnu við þennan part lífsins. Þannig að við eigum okkar þræði líka og getum sett okkar mark á hlutina. Við fæðingu fáum við ákveðnar gjafir frá almættinu sem við getum annaðhvort þróað með okkur eða ákveðið að taka ekki eftir eða ákveðið að setja út af kortinu. Og þessar gjafir geta verið til dæmis bara hæfileikar, ákveðin skapgerðareinkenni, já. Það verið að tala að þú þurfir að leggja fókus og orku í hlutina sem þú vilt að gangi upp. Þegar þessi spil öll koma hérna saman, þá í raun og veru eins og þú sért með autt blað fyrir fram að þig. Opna bók og það ekkert á blaðsíðunum. Þú átt eftir að skrifa á blaðsíðurnar í samvinnu við almættið. Alveg sama hversu mikið ég bið að fá að vita meira, þá bara allt stopp. Og það bara vegna þess að þú átt ekkert að fá að vita meira. Stundum bara best að vita sem minnst. Ef að spilin fær að fylla höfuð þitt af einhverjum upplýsingum akkurat núna, þá gæti það haft áhrif á ákvarðanatökur þínar og ekki endilega þér til góðs. Það bara þannig. Þannig að það svolítið stórt verkefni sem bíður þín og samvinna þín við almættið á eftir að vonandi ganga vel.
Og það eiginlega voða lítið annars ég get sagt þessi spil því að nú bara allt stopp. Kæru fiskar, þá ætlum ég bara að þakka ykkur innilega fyrir að horfa og hlusta. Og ég ætla að snúa mér að næsta vatnsmerki sem krabbinn. Kæru krabbar, þá komið að spilunum ykkar. Fyrsta spilið sem þið fáið rúnin Rætó, eða ég held hún heitir Reið á íslensku. Hún táknar ferðalag og ef til vill spurningin ykkar tengd einhvers konar ferð eða hreyfingu og þið eruð ef til vill bara hreinlega á ferðalagi. Þessi rún táknar líka bara ferð þína í gegnum lífið, kæri krabbi, og það að þú fylgir tilgangi þínum og örlögum þínum. Og eina leiðin til að fylgja því bara að finna út hvað gleður þig, hvað kallar á þig, hvert langar þig að fara. Það í raun og veru svona vörðurnar sem að þú getur fylgt til þess að vita hvert þú ert að fara. Láta gleðina leiða þig. Ferðin sjálf jafn mikilvæg og áfangastæðurinn og það mjög mikilvægt að fókusir á núið, sleppir alveg byrðum fortíðar og spáir ekkert í framtíðina í augnablikinu. Þessi staða getur áttu við lífið þitt almennt, einhvern part af lífiðinu eins og vinnu, einkalíf, sambönd, hvar sem þar sem breyting og þar sem að þú ert í raun og veru að ferðast úr einum stað í annan, svona bæði huglagt og efnislega eða efnislega. Og það að vera í núinu en ekki í fortíðinni eða framtíðinni, það í raun og veru eins og að vera í miðju hjólsins og fylgjast með hjólinu snúast. Víkingarnir fylgdu gangi náttúrunnar, árstíðum og stýrðu lífi sínu í raun og veru svolítið eftir þeim gangi. Og kannski þarf þú að hafa einhver slík viðmið í þínu lífi til að vita svona nokkurn veginn hvernig þú að snúa þér, hvenær rétti tíminn sé fyrir ákveðna hluti. En það hreyfing í þessu spili þannig að það verið að benda þér á að nú ekki tími fyrir kyrrsetu. Og það að vera í núinu þýðir ekki að vera endilega kyrr, heldur bara að vera meðvitaður hvað þú ert að gera. Fókusa bara á hvert skref fyrir sig og njóta ferðarinnar, hver svo sem hún ef hún svona líkamleg, efnisleg, þá þetta bara að gera að njóta útsýnisins og njóta þess að kynnast öllu því nýja sem á veginu verður og hvort sem það fólk eða annað. Og þessi rún segir okkur líka bara að fylgja svona flæði lífsins eins og ég var að tala árstíðirnar, náttúruna áðan. Þannig upplifum við ákveðið frelsi með því að láta náttúruna í raun og veru stýra lífinu en ekki einhverja reglur eða þætti sem að við mennirnir setjum. Þá náttúran í raun og veru bara svo sem ræður
í líf okkar. Ég veit ekki nákvæmlega hvað það er sem að þú ert að skoða hérna, kæri krabbi. Fyrir mörg ykkar finnst mér þetta vera breyting úr í raun og veru einum lífskafla yfir í annan. Fyrir önnur ykkar finnst mér þetta tengjast vinnutækifærum og fyrir sum ykkar finnst mér þetta hreinlega tengjast ferðalögum. Og það er að segja þá spurningunni hvort eigið að leggjast í ferðalög og hvað það muni hafa í för með sér. En við skulum sjá hvað ráðleggingaspilið eða hvaða vísbendingar við fáum hérna varðandi hvað á að gera. Það er spil eða rúnin sem heitir Þurísars. Þetta er rún Þórs og táknar í raun og veru hamar Þórs. Hún bendir þér á að láta ekki ónauðsynlegt drama stýra þér eða draga þig inn. Skoðaðu alla hluti vel áður en þú tekur ákvarðanir. Það eru margar hliðar á hverri sögu. Og það þýðir ekkert að segja eftir á að þú vissir ekki eitthvað vegna þess að það er búið að vara þig við að kanna aðstæður og kanna hlutina áður en að ákvörðunin er tekin. Ok, þannig að það er ákveðin bara skynsemið þarna á ferðinni sem þú þarft að sýna. Skynsemi og fyrirhyggja, skulum við segja. Það er verið að ráðleggja þér það. Taktu þyrnin úr síðuðinni og veldu bara visku. Veldu það að sýna þroska og ef það er eitthvað sem er sífellt að pirra þig, eitthvað sem er sífellt að valda þér sársauka eða trufla þig, að fjarlægðu það úr lífiðinu. Veldu frekar að vera í jákvæðu flæði og hafa ástríðu fyrir hlutunum í staðinn fyrir að láta aggressjón eða reiði stýra þér. Veldu að hafa hugan opinn og vera stórhuga en ekki að láta smámunasemi og einhvern svona neikvæðan kraft stýra því sem þú gerir. Ok, þetta eru ráðleggingar rúnanna til þín og það að þessi rún tákni hamar Þórs, í raun og veru er hamarinn hérna að brjóta eða mölva fáfræði og smámunasemi og er að víkka út og opna hugsunina þína og fjarlægja þennan þyrni í síðu þinni. Þú kannski þyrnir í síðu einhvers annars? Þetta einhver manneskja sem umræðir? Þú skoðar það hjá þér varðandi stöðuna þína og varðandi spurninguna þína. En þetta eru það ráðleggingar sem að koma til þín og eitthvað sem að þú þarft að gera. Þú þarft að sýna hugrekki í þessum aðstæðum. Ef þetta á að ganga upp, þá þarftu mikið hugrekki. Annars getur þú farið að eyðileggja fyrir sjálfu þér. Ef þú ferð að fresta hlutum og í staðinn fyrir að sýna hugrekki ferð að draga þig inn í skel eða draga það
takast á við hluti, þannig getur þið eyðilagt fyrir sjálfum þér. Ok. Það er líka verið að tala hérna að þú ert með alla þá visku og þau verkfæri sem þú þarft innra með þér. Þú þarft ekki stöðugt að vera að leita einhverju viðurkenningu út á við. Sjáu ég líka þessa sterku, flottu konu sem að þarna er. Hún þarf enga viðurkenningu neinstaðar frá. Hún veit hvað hún vill og hún veit hvaða mætti hún býr yfir. Og væntanlega hefur aðgang að hamrinum hans Þórs til að brjóta upp allt það sem að bindur eða heftir. Ok, þannig að það er sem sagt að fylgja gleðinni og vera hugrakkur. Útkoman eða það sem kemur í lokin á þessu ferli Ragnarök. Það eru Ragnarökin, heimsendir. Takk fyrir. Það er í raun og veru mikið niðurbrot og miklar og stórar breytingar. Það er eitthvað sem er að taka endi og eitthvað nýtt kemur í staðinn. Þetta er þessi endalausa hringrás, fæðing, líf, dauði og endurfæðing. Með dauðanum kemur tækifæri til að byrja að nýju. Alveg sama hversu erfið staðan er, þetta er ekki endir heimsins, þetta er ekki heimsendir. Ragnarök eru sögð vera þegar Fenrisúlfur gleypir sólina og allt verður myrkt. Guðirnir deyja, allt sekkur og hverfur. En síðan rís lífið upp að nýju, fræin taka spíra og ljósið tekur aftur völdin. Og það gleymist oft þegar að vera að tala heimsendi að ný byrjun tekur við. Þetta er bara eilíf hringrás sem að við göngum alltaf í gegnum, bæði með mannsævina, með okkur sem mannkyn og ýmislegt sem að tengist hnettinum okkar og jörðinni. Hér erum við væntanlega að tala eitthvað í þínu persónlega lífi, kæri krabbi. Þannig að það er eitthvað nýtt að fara að koma hérna inn og því gamla verður að víkja og brotna niður. Og ef til vill er það sem að Mjölnir er að móla niður hérna, það er einhver gömul, úrelt hugmyndafræði eða fáfræði sem á ekki við lengur og þú þarft að gefa pláss fyrir nýjar hugmyndir og nýtt líf. Þetta er mjög sterk lesning og afgerandi endaspilið hérna. Ég veit eiginlega ekki hvað ég á að segja meira. Ég held ég þurfi ekki að hafa fleiri orð þetta. Þú ert greinilega að ganga í gegnum breytingatímabil, kæri krabbi. Gangið bara vel með það og ég ætla að snúa mér þá að næsta merki sem er síðasta vatnsmerkið sportdreki. Sælir og blessaðir kæru sportdrekar. Hér eru spilin ykkar. Fyrsta spilið sem er spurningin ykkar eða staðan sem þið eru í akkurat núna, eða það sem umræðir. Hérna fáið þið guðinn Mána, eða Mani eins og hann heitir á ensku. Máni og Sól voru systkini
og mundilfari, tíminn, var faðir þeirra. Það eru skilaboð hérna varðandi tíma eða tímasetningar. Þú, kæri sportdreki, gætir verið að velta fyrir þér einhverjum varðandi tíma. Þú gætir verið tímabundin. Þú gætir verið búin að bíða óratíma eftir einhverju sem að skiptir þig máli. Hringur mánans er 28 dagar og þegar ég les þetta inn þá er líklega fullur máni, fullt tungl. Það gæti eitthvað tengt spurningunni þinni verið tengt fullu tungli, kannski þessu eða næsta. Víkingarnir notuðu tunglið til að telja tíman, frekar en sólina. Og þeir náttúrulega voru sæfarendur, sjómenn, eða voru þau kannski fiskarar. Og notuðu tunglið þetta til að segja til sjávarföll, flóð og fjöru og allt því tengt. Voru bara almennt í góðum tengslum við náttúruna og umhverfið. Farðu vel með tímann sem þú hefur, kæri sportdreki. Notaðu hann vel því að hann er dýrmætur. Kannski hefur ekki mikið á honum og þú veist í raun og veru aldrei hvenær tími þinn er uppurinn hér í þessu lífi. Þannig að reynda að nýta hann til góðs, sjálfum þér og öðrum til góðs og vertu líka þakklátur fyrir þann tíma sem að þér er gefinn. Ég veit ekki alveg hvað ég á að segja meira varðandi mánan. Í þessum norrænu goðafræðum var máninn karlkyns og bara með þessi karlkynsorku. Á meðan að annar staðar er tunglið yfirleitt kvenkyns og tengt við kvennorkuna, meðal annars út af tíðahring kvenna og þessu kvenlega eðli sem að tengist nóttinni, sem að er svona viðtakandi orka, og meðan að sólin og dagurinn er gefandi orka, sem er þá karllæg. En einhverja hluta vegna þá höfðu víkingarnir þetta svona og ég kann ekki að útskýra það nema það að þau, sem sagt, í þeirra fræðum að tala að bæði sólin og mánin færu í kringum jörðina í vagni á hverjum degi, eða vögnum. Ok, skulum ekki hafa þetta lengra. Það er eitthvað þarna tengt þinni stöðu eða spurningunni þinni. Kannski ert þú að fylgja einhvers konar hringrás sem að ræðst af mánanum. Það kemur inn orðið vaktavinna. Ok, þá eflaust við einhvern ykkar sem er að spá í eitthvað slíkt. Leiðbeiningarspilið, hvað ber að gera? Wow, það eru flottir þessir. Það eru Óðinn sjálfur, alfaðir, alvitur, alfaðir. Hvað ber að gera? Sko, það er bara verið að ráðleggja þér að leita ráða hjá þeim sem að vita meira en þú sjálfur.
Þetta kom nú líka hérna hjá einhverjum öðrum en það var reyndar ekki þetta spil, það var eitthvað annað spil en allt í lagi. Óðinn er sá sem allt veit. Hann býr yfir visku sem hann fékk þegar hann hékk í hérna aski Yggdrasils. Fórnaði auga sínu fyrir visku líka. Rúnirnar opinberuðust honum eftir 9 hangandi daga í trénu og þar með hafði hann fengið sýn inn í framtíðina. Þetta spil segir okkur bara að allskyns menntun og viska geti orðið þér til góðs varðandi það sem þú ert að spyrja og því meira sem þú veist þetta málefni eða hvað þetta er, því betur geturðu metið það hvort að þetta sé eitthvað fyrir þig. Þannig að það er að gera bara að kanna málið eins vel og þú getur og tala við aðra. Ekki bara áætla að þú vitir allt sjálfur, heldur vera forvitin og afla þér upplýsinga. Það má alltaf snúa sér til Óðins, hann getur leiðbeint okkur. Hann var bæði stríðsguð, blóðugur stríðsguð og líka guð sögusagna og visku. Þannig að hann var svolítið tvíbentur. Og feður og kennarar heiðruðu Óðinn því að þeir óskuðu þess að verða jafn vitrir og geta verndað afkvæmi sín jafn vel og hann gerði. Ok, þannig að þetta er spurning að leita upplýsinga hjá einhverjum vitrum mönnum eða konum eða fólki. Og jafnvel fyrir suma ykkar, kæru sportdrekar, að hreinlega leita upplýsinga í rúnunum. Nú eða tarotspilum, sem kannski er partur af því sem þið eru að gera núna. Svo er bara þessi sterka föðurlega orka sem kemur í gegn hérna frá báðum þessum spilum. Sem hefur eitthvað með stöðuna þína að gera líka, kæri sportdreki. Þú ert ef til vill faðir sjálfur. Og föðurorkan er gerandi út á við. Hún er þetta er extrovert orka, það er að segja orka sem er drífandi og svipuð og keisaraorkan í tarotspilum. Já, skiptir ekki máli, en það að hún sé svona sterk eru líka skilaboð til þín að gera og drífa hlutina áfram. Tíminn er dýrmætur, leitaðu þér upplýsinga og farðu síðan af stað með það sem að þú ert að spá í. Þegar að það ferli er komið í gang, komum við að þessu spili sem eru örlaga nornirnar, urður verðandi og skuld. Að því ég var að lesa þetta spil hérna áðan, held ég fyrir fiskana. Ég finna að það eru bara svipuð skilaboð til þín. Sportdreki góður. Hér er bara verið að tala að með því að gera, þá hefur þú sjálfur áhrif á gang mála. Örlögin eru vissulega eins og þau eru hjá öllum, samkvæmt þessum fræðum, en þú getur samt sem áður breytt gangi mála með þínum frjálsa vilja og þínum
Já, og þinni sterku föðulegu kraftmiklu orku. Kannski bara hér eitthvað sem að þarf að drífa í gang. Eitthvað sem að hefur beðið þessa tíma. Og nú komin tími til að fara í samstarf við örlögin og gera hlutina á einhvern ákveðin máta með útkomu sem að best fyrir þig. Örlaganöfnirnar að sjálfsögðu með kvennorku sem smá mótvægi við þessa sterku karlorku sem hér sem ágætt því að svona segir manni að þá ákveðið jafnvægi sem kemst á þegar að þetta ferli allt saman fer af stað eða nær hámarki skulum við segja. Ok, berðu virðingu fyrir reynslu fólks. Þó að fólk sé ekki endilega með klassíska menntun, þá hefur reynsla mikið að segja og reynsla bæði hvað varðar aldur og hvað varðar svona verklega þekkingu. Hún skiptir líka máli. Sýndu þolinmæði því að það tekur tíma að þróa með sér visku eða þekkingu, sem sagt afla upplýsinga bara líka. Og hér stendur líka legðu rúnirnar til að fá meiri upplýsingar. Ok, ef þið vill aftur rúnir eða ef þið vill aftur bara að horfa aftur á myndböndin hér, því ég verður örugglega með fleiri rúnalestra þegar fram í sækir. Ég held ég hafi þetta ekkert lengra, kæri sportreki, þetta svolítið bara skýrt. Og ég segi bara gangi þér vel með þetta, hvað sem þetta Þá lestur fyrir vatnsmerkin búinn að sinni og ég bara óska ykkur alls hins besta, ljós og kærleikur.